Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra. Herra forseti, mig langar að ræða þess við hæstv. Menntamálaráðherra orð sem hann lét falla á dögunum þegar hann var við opnun nýs smáforrits sem aðstoðar við lestranám. Þar sem hæstv. ráðherra sagði samkvæmt Viðskiptablaðinu að skólakerfið sjálft myndi ekki leysa þennan vanda, opinbera kerfið væri ekki svo gott í að koma með nýjungar og raunar væri það frekar lélegt í því, eins og haft var eftir hæstv. ráðherra. Nú veit ég ekki hvort Viðskiptablaðið hefur þetta nákvæmlega rétt eftir hæstv. ráðherra, en mig langaði að spyrja hæstv. menntamálaráðherra hvort hann teldi svo vera að hið opinbera skólakerfi væri mjög lélegt að koma með nýjungar, hvort hann teldi það rangan skilning sem ég til að mynda hef að skólar séu í raun og veru miðstöðvar þróunarstarfs og þar fari einmitt fram mikil nýsköpun. Ef hæstv. ráðherra telur það svo vera að hið opinbera sé almennt lélegt að koma með nýjungar, eða hvort það var bara hið opinbera skólakerfi, hvaða gögn hann hefur fyrir sér í því, í ljósi þess að þegar við skoðum sögu nýsköpunar, rannsókna og þróunar þá þar einmitt iðulega að ræða samvinnu hins opinbera og einkageirans. Það dugir bara að nefna tæki sem mjög margir þingmenn eiga, sé ég á borðum, sem eru svokallaðir snjallsímar sem einmitt voru þróaðir ekki síst vegna tækniþróunar hjá opinberum aðilum vestanhafs. Við getum tekið dæmi aftar úr sögunni, allt sem lýtur að netþróun og öðru, þar hefur hið opinbera iðulega haft mjög mikið framlag. Skólakerfið annað dæmi þar sem hið opinbera hefur líka að sjálfsögðu komið með gríðarlega margar nýjungar og ég hef ekki tími í að telja þær allar upp. Nýjungar í kennslu, lestrarkennslu, myndlæsi, útikennslu, náttúruskilningi, hvert sem við horfum. Hæstv. ráðherra hefur hins vegar meira talað fyrir því raunar að beina skólakerfinu inn á braut þar sem meira lagt upp úr miðstýrðum prófunum, árangursmælingum, skimunum og ég veit ekki hvort hann telur það vænlegt til nýjunga. En hvaða gögn hefur hæstv. ráðherra fyrir sér í því þegar hann segir hið opinbera skólakerfi lélegt í nýjungum, eða átti kannski hæstv. ráðherra við eitthvað annað þegar hann sagði þetta? Telur hæstv. ráðherra virkilega að rekstrarform þess staðar þar sem vinnur ráði því hvort maður sé hugmyndaríkur og nýskapandi í starfi? Snýst þetta ekki, herra forseti, fagmennsku? Hvað segir hæstv. ráðherra það? Til máls tekur hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Snýst þetta fagmennsku? Svar mitt þetta snýst árangur. Staðan þegar kemur að lestri íslenskra skólabarna sú að frá árinu 2012 þegar krakkarnir okkar fóru fyrst í PISA-próf sú að árangur okkar hefur hrakað jafnt og þétt með einni undantekningu frá þeim tíma og nú svo komið þegar maður skoðar tölurnar að það eins og krakkarnir sem tóku prófið 2012 hafi verið hálfu ári skemur í skóla heldur en krakkarnir sem tóku prófið árið 2000 en öllum við auðvitað svo ekki raunin, þannig að niðurstaðan þessi. 30% drengja við útskrift úr grunnskóla geta ekki lesið sér til gagns. Það árangur, virðulegi forseti, sem hlýtur að vera hér til grundvallar og ég hefði áhuga á því að heyra það frá hv. þingmanni fyrrverandi hæstv. ráðherra málaflokksins hvort að hv. þingmaður sé þeirrar skoðunar að við getum sagt við foreldra til dæmis þeirra drengja sem ekki geta lesið sér til gagns við lok grunnskóla að við séum sátt við þá niðurstöðu. Okkur finnist okkur hafa tekist mjög vel upp hvað varðar nám þessara barna eða 12% þeirra stúlkna sem geta ekki við lok grunnskóla lesið sér til gagns. Og má ég minna á, virðulegi forseti, að við erum svo þjóð sem setur einna hvað mest af fjármunum til náms og til að styrkja hvern og einn einasta nemanda á grunnskólastiginu. Það það sem ég að vísa til, virðulegi forseti, að við þurfum að gera miklu betur. Já, auðvitað eru nýjungar í opinbera skólakerfinu. Reyndar að því að hv. þingmaður var að telja hér upp opinbera afskipti af tækninýjungum, þá það alveg rétt. Auðvitað hefur hið opinbera hér hlutverk, til dæmis við grunnrannsóknir ýmiss konar. Margt merkilegt sem hefur komið einmitt á grundvelli þeirra, en við vitum líka og þekkjum það, og ég get farið í langa umræðu það við hv. þingmann, að það þannig að þegar kemur að framtaki einstaklingana og þeirra hvata sem þar eru, þá mjög líklegt að það komi síðan fram lausnir sem hægt að nota á grundvelli slíkar rannsókna. En, virðulegi forseti, enn og aftur, hér verið að ræða árangur. Og ég ætla að segja í það minnsta að ég ósáttur við þá niðurstöðu að 30% drengjan okkar geti samkvæmt niðurstöðum PISA-rannsóknanna ekki lesið sér til gagns við lok grunnskóla. Ég ekki að segja að það séu hin heilögu sannindi en það gefur sterka vísbendingu.
Ég ósáttur við það að 12% stúlkna geti það ekki. Ég ósáttur við þessa stöðu og það sá mælikvarði sem stýrir því hvort að ég sé ánægður með þá niðurstöðu meðal annars af nýsköpun þegar kemur að lestrarkennslu barna og ungmenna. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég skil svör hæstv. Ráðherra þannig að hann mjög ósáttur við hið opinbera skólakerfi eins og hann talar hér. Talar lélegan árangur í lestri og það alveg rétt að við höfum viljað sjá betri árangur í lestri. Við höfum líka náð mjög góðum árangur í ýmsum öðrum sviðum sem hæstv. Ráðherra kýs ekki að nefna hér. En ég spurði ráðherra skýrt og klárlega spurningar hvort að hann teldi, hvað hann teldi að réði mestum árangri í nýjungum, hvort það væri rekstrarformið eða hvort það væri fagmennska. Og þegar hæstv. Ráðherra svaraði því til að hið opinbera hafi þar fyrst og fremst eitthvað til málanna að leggja til dæmis í grunnrannsóknum, og það er það nú til dæmis ekki svo. Þegar kemur að þeirri tækniþróun sem ég nefndi hér, þá snerist hún ekkert bara grunnrannsóknir af hálfu hins opinbera. Heldur betur ekki, heldur þróun og nýsköpun á endanlegri framleiðslu. En ég átta mig ekki á því hvort hæstv. Ráðherra er þá að tala fyrir því að því hann tiltekur sérstaklega hið opinbera í þessu. Hann tiltekur ekki bara skólana almennt eða starfsfólk þeirra. Telur hann þá að það væri betri árangur ef skólakerfið væri einkarekið að stærri hluta? Er það sem hæstv. Ráðherra er að vísa í þegar hann kvartar undan því að það séu ekki nægjanlega nýjungar í hinu opinbera skólakerfi? Hvað nákvæmlega á hæstv. Ráðherra við þegar hann talar að hið opinbera skólakerfi standi sig ekki? Og telur hann líka að sú miðstýrða skólastefna sem hann er að tala hér fyrir, þar að segja árangursmælingum á tilteknum mjög afmörkuðum sviðum, er hún líkleg til að leiða til frekari nýjunga á breiðu sviði í skólastarfi? Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson tekur til máls. Virðulegi forseti, hv. þingmaður taldi hér upp nefndi að það verið dæmi það að hið opinbera hefði fundið upp tækni og þróun nýjungar sem almenningur nýtti og það er alveg hárrétt og reyndar fann líka hið opinbera upp kjarnorkusprengjuna, svo megi nú nefna dæmi líka vonda hluti sem að hið opinbera hefur fundið upp. En málið snýst enn og aftur bara eitt. Erum við að ná þeim árangur sem við þurfum að ná þegar kemur að menntun barnanna okkar? Og það það sem þetta snýst og umræðan hlýtur að taka mið af því. Það er mikill misskilningur að það sé verið með einhverjum hætti að vega að fagmennsku einstaklinga með slíkum orðum þegar ég er að kalla eftir því við náum betri árangri. Þess vegna réðumst við í sérstakt átak hvað varðar læsið, héldum fjöldafunda allt land til þess að ræða þetta mál bæði við nemendur, foreldra og skólafólk vegna þess að þetta er óásættanleg staða fyrir Ísland. Ég hefði viljað heyra hv. þingmann, fyrrverandi hæstv. menntamálaráðherra, ræða þau mál af meiri alvöru og að taka undir með mér það að við verðum að breyta þessu og við látum það ekki spurjast íslenska þjóð að við sitjum aðgerðalaus við það að horfa á þá stöðu óáreitt eða óbreytta hvort að við ætlum að því að hér spurt svaraði kallað, svarið liggur í þessu. Niðurstaðan er sú að börnunum okkar hefur hrakað verulega í læsi á síðustu árum. Og þá kemur spurningin, erum við að gera nóg þegar kemur að nýsköpun og uppgötvun á nýjum kennsluaðferðum til að snúa því við? Niðurstaðan liggur fyrir. Og þess vegna þurfum við að breyta og við þurfum að nýta sem best alla krafta og allar hugmyndir og alla möguleika, bæði innan kerfis og utan, til þess að láta þessa stöðu ekki standa, virðulegi forseti, hún er óásættanleg.